þú ert hinn mikli Guð. Slík og þín ást svo rík og ég veit að þetta mun ég segja hver stór og mikið þú ert orðfáin tjáð þín gleðin slík og þín ást svo rík og ég veit að þetta mun ég segja hver stór og mikið þú stórkostlegur verður ofgjörðar þú ert minn friðarprins og þú ert söngurinn minn og þú ert alveg stórkostlegur verður ofgjörðar þú ert hinn mikli Guð. Sem að þið gerir það með söngi eða dansi með alveg standa upp heim og hrista ykkur aðeins til endilega verið með okkur hér í dag og við ætlum að gefa Guði þakkir í dag, við ætlum að heyra hans orð hér í dag við ætlum að fara breytt hérna út í dag en endilega biðjið með mér í dag heilaga Drottinn, ég þakka þér fyrir trúfestina, ég þakka þér fyrir nærverunni, ég þakka þér fyrir að þú ert sá sem þú segist vera Drottinn ég bið að vera með okkur hér í dag, ég bið að tala til okkar, ég bið að við mættum gefa þér okkur sjálf í dag að þú mættir gefa okkur svo eitthvað nýtt að við mættum fara út í næstu viku með nýja von, með nýja gleði með nýjan þrótt til að takast á við það sem framundan heilaga Drottinn, ég þakka þér fyrir trúfestina þú ert hinn sami í gær og í dag og alla eilífð í þínu heilaga undursamlega nafni, amen.
the Savior's robe as he walks into the room where people pray. But we hear praises, he hears faith. There's a sound I love to hear. There's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear worship, he hears faith. Awake, my soul, and sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Awake, my soul, and sing his praise aloud. Sing his praise aloud. There is a sound that changes things, the sound of his people on their knees. Wake up, you slumbering, it's time to worship him. Awake, my soul, and sing his praise aloud. Sing his praise awake, my soul, and sing his praise aloud. Sing his praise aloud. And when he moves, and when we pray, we stood a wall, now stands away. Where any promises made. And when he moves, make no mistake, the bounds of hell begin to shake. Oh, hail the Lamb, now hail the King. Hey, oh, look, the King of glory entering. Fall down on your knees and worship him. Let's praise him, don't hold it in. My soul, and sing his praise aloud. Amen. Sing his song. Oh, wake my soul, and sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Hallelujah. Amen. Kryp frammi fyrir þér, nú gef ég þér allt. Nú gef ég þér allt.
mig nærri þér, ég þrái þig, ég þrái þig, allt ég gef þér. Ein í myrkri við biðum, ekkert ljós, engin von. Þá í kærleik kom frá himnum, náð og miskunn þú Guðs son. Til að uppfylla þitt lögmál, mærin meðtók lífsins orð, sem frá dýrðarinnar hástól, lagður var í öd á stól.
Halleluja. Faðir minn, við þokkum fyrir megum dvelja í nærveru þinni. Megum koma saman þar sem þú ert að vinna og starfa. Og enn á ný bjóðum við þig velkomin til að vera mitt á meðal okkar, í okkur og breyta okkur. Tala til okkar, kenna okkur, snert okkur. Lækna Drottinn. Þakka fyrir að þú gerir heilt. Í Jesú nafni. Halleluja. Við ætlum að taka samskotið okkar. Það eru upplýsingar á skjánum. Það eru baugar hérna við dyrnar og það er posi frammi. Ef þið viljið vera með, Guð blessi ykkur fyrir það og ykkar þáttöku. Svo vil ég bara minna á, ég trúi því að rafmagn verður komið. Það verður rafmagnstöð sér alla miðvikudaginn næsta og búið að tilkynna okkur það frá Veitum. En verður sennilega komið á fyrir bænastunduna sem byrja klukkan 7. Heldur þetta að vera bara til svona lok vinnudags. Þannig að við stefnum að íhugun, sóking íhugun hérna milli 7 og hálf 8 og bænastund frá hálf 8. Og þið eru velkomin, allir. Guð blessi ykkur. Wonder at the mention of your
blessi og verndi, auglýt Guðs lýsi á þig, hann veiti þér náð á sjónu, upplifti og gefi frið. Þig blessi og verndi, auglýt Guðs lýsi á þig og hann veiti þér náð á sjónu, upplifti og gefi frið. Amen. Þig blessi og verndi, auglýt Guðs lýsi á þig og hann veiti þér náð á sjónu, upplifti og gefi frið. Amen. Syngjum amen. Amen. Við tökum blessanir hans í dag. Amen. Svelmið vera með þér, hverri kynslóð, fram að kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum. Megi allt velvild vera með þér, hverri kynslóð, fram að kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum. Megi sjálfnægt vera með þér, þeirra kynslóð, fram að kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum, þeirra börnum. Megi velvild vera með þér, hverri kynslóð, fram að kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum. Megi sjálfnægt vera með þér, vera baki og við hlið þér, allt í kringum, með þér, hann með þér, hann með þér. Snemma morgun, seint að kveldi, þú kemur, þegar ferðu, þú grætur, þegar gleðstu, hann styður, hann styður, hann styður, hann styður, hann styður, hann styður, hann styður.
Halló, já, ok. Amen. Dísi Guði. Við skulum bara halda áfram í lofgjörð. Og hérna, ég ætla að koma með smá tilkynningu. En hverju vita það að það eru allir, hverja einasti manneskja hérna inni er sálmisti. Amen. Við erum öll sálmistar. Við þurfum ekki að vera tónlistafólk eða kunna á hljóðfæri, heldur erum við öll sálmistar sem við getum og eigum að lofa Drottni í hjarta okkar. Og Guð þekkir það, hverjir lofa Guð, hann, í hjarta sínu eða hverjir eru bara svona að hreyfa varnar. Og Guð sér það, þekkir það eins og við vorum að skoða hérna fyrir nokkur vikum að Davíð konungur Ísraels á sínum tíma, hann lofaði Drottin út í Haga með kindunum. Amen. En allan að mér okkur að koma með auglýsingu. Eftir 2 vikur eða tæplega á föstudegi 5. nóvember þá er spennandi ráðstefna sem verður haldin hér á landi sem heitir GLS og hérna þetta heitir á ensku skammstöfun fyrir Global Leadership Summit eða alþjóðlegur svona leiðtogafundur. Hann hefur verið haldinn nokkrum sinnum hér á Íslandi og síðast í Háskóla Bíó 2019 áður en að COVID skall á. En þá var hún búin að vera sem sagt, þar í nokkur ár og hérna, margir hér í kirkjunni hafa farið. Hann kann aðeins að segja stuttumáli hvað það snýst áður en við fáum að sjá kynningarvídeó. Ég ætla að taka fram að þeir sem eru líka að hlusta að þetta er ekki predikun sem á sér stað, þetta er ekki þannig kirkjuleg samkoma eða heldur er þetta leiðtogaráðstefna. En já, leiðtogaþjálfun, rétt. Og hérna, þú segir kannski, já, ég er ekki leiðtogi í neinu, ég er ekki fyrirtæki eða stjórnandi neins, en það geta allir verið leiðtogar á einhverju sviði í lífi sínu. Og við getum öll haft áhrif út í lífið, hvar sem við erum stödd. Þar sem við vinnur, í fjölskyldunni, vinahópnum þínum og það snýst þetta að byggja fólku upp í að vera besta útgáfan af sjálfu þér og nýta, hjálpa fólki, gefa fólki tækifæri og lykla, má segja, af því að vera besta manneskjan eða útgáfan af sjálfu þér.
nýta þína hæfileika, kunna að láta sig dreyma og ekki bara kunna að láta sig dreyma, heldur fara aðeins skrefinu lengra. Hvernig sérðu þess að drauma verða veruleika? Og gefa svona tól til þess að sjá, til þess að láta drauma verða veruleika, til dæmis þá þarftu að setja þér markmið. Og hvernig setur þér markmið og hvaða skref farðu til þess að sjá þessi markmið verða veruleika. Þetta alveg mögnuð kennsla, ég hef farið nokkur sinnum á þessa ráðstefnu. Og já, það geta allir sem sagt tekið þátt í þessu og ég hvet alla til að taka þátt í þessu. Og það kostar 4.900 krónur sem í rauninni hlægilegt verð með við svona sambærilega ráðstefnur út í bæ, hér og þar. Þannig að þá skrá sig á gls.is og greiða þar, en hugmyndin sem sagt að þetta ekki haldið í háskólabíó, taka það fram lengur en núna, heldur þetta hugsað þannig að fólk getur sem skrá sig, fær ákveðin link og getur hort bæði heima hjá sér í fyrirtækinu sem það vinnur, og það sem við ætlum að gera að við ætlum að opna húsi hér á þessum föstudegi, 5. nóvember, og þeir sem að vilja eiga samfélag og horfa á þetta saman, sem alveg snillt, af því þá getum við í hléunum sem eru 3 deilt svona því sem að talar til okkar og við getum rætt hlutina og átt bara æðislegt samfélag, og það byrjar 8:30 til 4 og þeir eru mjög skarpir á tímasetningum. Það ekki til 5 eða hálf 5, það til 4 punktur og við getum treyst því, þannig að þeir sem þurfa að gera eitthvað annað fyrir eða eftir og þá geta þær treyst í að þessi tímasetningar standa. En hann sem sagt Ragnar Skram með hér fyrirlesturinn kemur á tjaldinu fyrir bakvið okkur. Gjörðu svo vel. Hann styrkist í Global Leadership Summit 2021 eða GLS. Ráðstefnan verður í 1 dag í þessu sinni, föstudaginn 5. nóvember og mun hún klárlega veita þér innblástur til góða verka. Við verðum með lifandi beint streymi sem þýðir og þú getur fylgst með heima eða í vinningi. En við hvetjum þig til að finna fólk til að upplifa ráðstefnuna með og njóta þannig samfélags við aðra. Samfélag og innblástur eitthvað sem við mörg þráum í þessa mynd. Til að skapa þessa einstöku upplifun verðum við með heimsklassa fyrirlesara, innlenda og erlenda. Frábæri auðvitað til að gera þig að betri leiðtoga. Ef þú vilt vaxa, finna ástriðuna og uppbyggja betri hæfileika þá þetta klárlega þín betur. Fyrir hönd okkar sáttmálega GLS bjóðum ykkur velkomin og hlökkum til að eiga þessa mögnuðu upplifun með ykkur föstudaginn 5. nóvember. Tryggðu þér miða og tilboðsverðið á gls.is. Þar eru allar upplýsingar fyrirlesara, fyrirkomulag og dagskrá. How many of you are ready to grow in your leadership? Most of the times, the growth option is the scariest one. Imagine the legacy you would want and then work backwards. The rebel leader looks at every situation with curiosity. Don't become such an expert that you can't see things anymore. The question I'm asking is, will you lead when you were invited to? You might not be exactly where you want to be in life. But we need to look at fear straight in the eye. And find your groove. Our legacy is defined by how we treat others. The ability to take social risks is as important as a breakthrough idea. Only you can choose how you want to impact your society. What's the best that can happen? The very reason you are where you are is because you're the right person for this moment. Jæja. Við hvetjum alla til að skoða þetta.
Sumir eru leiðtogar í kirkjum, sumir eru leiðtogar í sínu fyrirtæki, en öll eru við leiðtogar í eigin lífi. Jú, ég veit, við erum búin að gera Jesú að leiðtoga lífs okkar, en það breytir ykkur það að við stjórnum hvort að hann fari að ráða eða ekki, til dæmis. Þannig að við erum ábyrg fyrir því og við svona erum við hérna að hvetja fólk til að kíkja. Eins og Þorgeir sagði, þá ætlum við að það var eitt sem þeir sem ekki þekki neitt til þessara ráðstefnu. Þetta er ekki ráðstefna sem bara haldur, þetta út allan heim. Hún er ekki bara á Íslandi. Þetta er þvert yfir heiminn allan. Og það eru sömu fyrirlestrar, sömu ræðumenn sem að tala. Allur heimurinn sem að tekur þátt að hlusta á sömu ræðurnar og hvatningar. Þessi síðasti sem kom á Satana heitir Cladwell. Hann er, nei ekki grúfkallanir, hann er þeir eru ágættir líka. Þetta er rithöfundur, ég held að minnir hann sé kanadískur, ég er búin að lesa allar bækurnar hans. Hann er algjör snillingur. Þannig að það er svo gott dót sem hann í gangi. Og við viljum hittast hér. Þið að sjálfsögðu svo kom fram getið hort á þetta annar staðar. Það eru nokkuri staðir sem að bjóðum upp á þetta í sal eins og hér. En þið getur líka hort á það heima, bara á netinu. En ef þið viljið koma saman, þá er þetta alveg kjörið. Og það væri gaman ef við næðum hérna 10-20 manns eða eitthvað allavega. Og þeir sem eru heima að hlusta, þeir eru velkomin. En allir þurfa að skrá sig á gls.is. Og þegar þið skráðu ykkur og svo bara mætum við hér klár í slaginn. Jæja. Sjá hvað ég ætla að tala mikið, með 3 borða. Nei. Eru þið til í smá? Ég ætla að fara á stað með seríu fljótlega á netinu, svona fræðslukvaldarseríu. Það sem ég ætla að tala það er eitthvað sem ekki komin í titill á það, en ef maður kalla það samstuð sáttmálana. Úps. Samstuð sáttmálana. Já, það bara en svo ekki það er ekki allir í því alltaf. Og til að undirbúa þá ætla ég að fá mig vatn. Til að undirbúa þá ætla ég nei. Nei, þið ná ekki svona húmorður sko. Ætla ég að fá mig vatn. Til að undirbúa þá ætla ég að byrja aðeins að opna núna í dag á ákveðna hugsanir. Vekja ykkur til umhugsunar. Sumir eru þegar að hugsa þetta. Aðrir ekki og mismikið. Og svo kíkjum við kannski á hérna, við sjáum hvort við klárum þetta í dag eða hvort þið þurfa að fara áfram næst, það er þá líka bara allt í lagi. Sjáu þið yfirskriftina? Þetta er yfirskrift textans í dag. Og það hefur oft vantað upp á í kristinni kirkju skilning á 2 aðal eða stærstu eða stóru sáttmálum Biblíunnar. Það eru nokkrir sáttmálar sem nefndir eru í Biblíunni sem Guð gerði. En það eru 2 sem eru svona þeir stærstu. Og það eru þessi 2 sem ég ætla að tala aðeins Við köllum þetta 2 aðal sáttmálana, við köllum þá líka gamla sáttmálan og nýja sáttmálan. Og þetta eru svona þeir mikilvægustu. Og í svona biblíuorðabókum þegar við erum að tala eða útskýra sáttmála Biblíunnar, að þá er þetta stundum kallað testamenti, samanber gamla testamenti, nýja testamenti í Biblíunni, sem þýðir einfaldlega bara gamli sáttmálinn og nýji sáttmálinn. Og þetta er samkomulag 2 aðila, eða samningur milli 2 aðila.
Þetta er ekkert flókið, bara svipað stóðu veikjunum sáttmála. Nema við notum kannski ekki svo mikið orðið sáttmáli í dag nema svona mannréttinda sáttmáli og annað slíkt. Og þá er það einhver langur lista, einhver upptalningu sem ekkert bara 2 aðilar hafa komið sér saman um. Í biblíulegu sáttmáli er meira svona eins og samningur. Fullt af dóti sem er settur í samningin, en hún er milli 2 aðila. Þau eru að fyrirgefa þó ég séu svolítið að súpa hérna, því að hvort sem þið trúið ekki þá er ég enn kjöldrandi yfir kvefið sem ég fékk einhvern veginn í september. Hver nennir þessu? Nennir þessu enginn? Nú, gamli sáttmálinn. Það var sem sagt samningur þá og ég veit að sumikar eru búin að lesa þetta og stúdera en samt sem áður eru ekki allir endilega komnir á þann stað og hugsa þetta eins og ég ætla að leggja þetta fram í dag. Og núna í nokkur ár hef ég rætt þetta og ég verð að segja alveg eins og að sumir hafi verið mig bara reiðir. Ég er ekki að grínast. Sumir hafa reiðst mér. Og ég segi, það þýðir ekki að reiðast mér. Ég er að reyna að sýna ykkur hvað stendur í Biblíunni. Þið viljum trúa Biblíunni, er það ekki? Já, þetta er bara þín túlkun, Halldór. Þú getur ekkert leyft þér að túlka eitthvað sem að fáir aðrir er að túlka eða hefur ekki verið túlkað í árhundruðir á þann hátt sem þú ert að segja. Nú ætlum ég bara að uppröfa ykkur strax. Ég er hvorki sá fyrsti, né sá síðasti og alls ekki sá eini í dag. Sum ykkar sitja hér á meðal sem eru algjörlega 100% sammála mér. Sum ykkar sem eru heima að hlusta eru algjörlega 100% sammála mér. Og það sem gildir er það að vera, þegar ég segi sammála þá er ekki mín skoðun eða þín. Það er að vera sammála það að Biblían kennur okkur ákveðna hluti þessa 2 sáttmála. Við hins vegar, og ég ætla að koma reynilega inn á það, þetta er svona til að leggja grunninn á því, svo komum við dýpru í þetta á fræðslukvöldurum. Þá förum við bara alveg og bara Nennið því, var? Ég nenni því. Jæja. Guð gerir sem sagt sáttmála það sem við köllum gamla testamentið. Ég ætla að leggja fram í Biblíuna. Nei, leggja fram míkrófónu í Biblíu. Þessi þykkari hluti er sá gamli. Það var mikið lagt í gamla. Reyndar er þetta líka reyndar að vera að greina frá fólki og spámunum og öðru slíku sem voru að lifa undir þeim sáttmála. Síðan kom þessi nýji, hann er svona þykkur. Þessi gamli, hvernig ég maður segja, ég ætla að byrja annar staðar. Ég er að reyna að gera þetta, hlustið á mig. Þið eru bara umbrunlindi, ykkur eru endalaust. Ég ætla að reyna að gera þetta vel. Vandamálið. Í dag, ef við tökum bara almenning í dag á Íslandi, eða bara tökum bara hinn vestræna heim, ekki síst á Íslandi. Vandamálið við dag að þegar þú og ég, hinn kristnu, förum og segjum, við erum trúið, við erum kristin, þá segja þess að trúir það Biblíunni. Og við segjum, já, við trúum allir Biblíunni, sjálfsögðu. Þú verður að trúa Biblíunni til að trúa Jesú. En það er ekki alveg rétt hjá okkur. Þú getur trúa á Jesú án þess að trúa Biblíunni. Af því hann er lifandi. Með öðrum orðum, þú getur mætt Jesú einhvers staðar án þess að hafa nokkuð lesið Biblíuna eða heyrt. Flest okkar mættu Jesú án þess að hafa lesið Biblíuna. Rétt upp hönd sem gerði það ekki. Rétt upp hönd sem að frelsaðist að hafa búið að lesa Biblíuna 7 sinnum. Nei, enginn. Já, sjáum við hvað er að fara. Kristur er lifandi og hann mætir og samfar, hann togar í hjarta fólksins, hann togar í hjarta mitt og þitt og dregur okkur til sín áður við vitum nokkuð hvað stendur í Biblíunni. Skilur hvað er að fara? Þannig að það er ekki alveg rétt að þegar við segjum að þú verður að trúa Biblíunni til að vera kristinn. Þú getur alveg verið kristinn.
Það sem að gerist líklega þó eftir það að þú ferð að lesa Biblíuna eða allavega þér langar til að lesa. Áts. Já, því við vitum alveg jafnvel, eins og við erum hér, að kristni menn ekkert svona, það ekkert að fyrsta sem þetta eftir huga að lesa Biblíuna bara, þú veist, kannski fyrsta sem þetta eftir huga, það ekki að fyrsta sem þetta gera. Skilur hvað að fara? Af hverju? Vegna svona tyrfin. Og það sem mig langar að reyna að gera að hjálpa ykkur að greiða úr torfinu. Með því að greiða milli sáttmálanna fyrst. Því að sáttmála blandan, gamla og nýju, hún ruglaði mig í rímunu í mörg ár. Og ég efast ekki það að hún hefur ruglað þig í rímunu líka. Og þú segir, nei, hún ruglað mig ekki í rímunu, þetta alveg skilmerkilegt. Ok, nú ætlum ég ekki að byggja rétt upp höndið að svara. Bara hugsaðu það. Einhver staðar, einhver tíman, það annar lag. Einhver staðar, einhver tíman sem þið hafa verið að lesa og þetta er nærrið eins og mótsögn við annað sem ég las í gær. Hafið ég lent í þessu? Ekki, svara bara hver fyrir sig. Ég lent í þessu aftur. Og ég þurfti að hafa fyrir því í mörg ár að láta Biblíuna ganga upp. Af því fyrir mér gat hún ekki verið mótsagnakennd. Hún gat ekki verið full af mótsögnum. Þá vissi ég ekkert hverju ég átti að treysta. Skilur hvað að fara? Og þessi mótsögn ég átti að nefna dæmi. Já, ég skal bara nefna strax. Hvað með þegar Páll postuli segir að engin nokkur maður hafi nokkuð tíma geti haldið lögmál Guðs, gamla sáttmálans, og það hafi verið mjög erfitt og þungbært. Svo segir Jóhannes, Guðspjallamaður, á einum stað, hans lögmál létt. Hvort er rétt? Það þungt? Það létt? Eru þeir ósammála? Eru þeir sammála eða þeir eru að tala um sitt hlutin? Þeir eru að tala um sitt hlutin. En þetta hugsum við ekkert allt út. Við sjáum bara orðið lög eða lögmál. Það alltaf sama. Skilur hvað að fara? Þetta ruglar okkur og gerir okkur oft rosalega erfitt fyrir þegar við erum að lesa. En þá aftur að gamla. Gamli sáttmálinn sem sagt Guð gerir, hann leysir hérna Ísraels eða Hebreana út úr Egyptalandi, út í eyðimörkina og þar gerir hann stóra sáttmálan sem við kallum gamla sáttmálan. Og í stuttumáli, í mjög stuttu, þið lesum þetta í annarri Mósebók, í mjög stuttumáli þá gengur hún út á þetta. Guð kemur, talar í gegnum Móse er upp á fjallinu og hann segir, ég skal vera ykkar Guð, þið verið mitt fólk, ég skal blessa ykkur endalaust ef að þið hlýðið mér. Þetta var sáttmálinn, í stuttumáli. Móse kemur niður, hann kynnir þetta fyrir fólkinu og liðið segir, við getum það! Ekki máli, við gerum samningu við Guð. Hlýðum honum og hann blessar okkur. Það bara strax að benda ykkur eitt sem mjög athyglisvert við þetta. Löngu áður, en Guð blessaði þau, eða komið þennan sáttmála, þá var hann búinn að blessa þau. Hann var búinn að gera kraftaverk eftir kraftaverk, leysa þau út úr Egyptalandi, opna Rauðahafið, gera alls konar hluti, án þess að þau þurftu að hlýða honum. Engin skilmáli, engin sáttmáli, hann bara gerði þetta. En núna samþykktu þau, við viljum áframhaldandi blessanir Guðs með þeim skilyrðum að við hlýðum. Dúps, ef ég hefði verið hann í hópnum og vita sem ég veit það, rautt flagg Móse, þetta að byrja, skoðum þetta. Þetta er ekki rosalega gott. Þannig að hann er búinn að blessa mig öll mín ár fram að þessu, nú hætta hans blessarinn nema ég sé 100% hlýðin honum í öllu. Ekki svo góðu díl fyrir mig. Og hvað fær Guð út úr þessu? Hann var Guð, hvort sem ég hlýt honum eða ekki. Skilur hvað að fara? En þetta var gamli sáttmálinn. Hann ætlaði að vera þeirra Guð, reyndar takt eftir með öllu tilheyrandi. Hvað? Vá. Þú veist,
með öllu tilhörundi. Burt með þetta, þú veist, hann getur gert hvað sem kraftaverk eftir kraftaverk. Þetta var samningur sem þið sjáið í 2. Mósebók. Og mundu eftir, Guð þvingaði þau ekki til að skrifa undir hann. Þau samþykktu hann sjálfviljug. Hann þröngvaði þessu sáttmála ekki upp á þau, né heldur gera hann það með nýja sáttmála. Ok? Nú, það má sjá það reyndar í Biblíunni á þessum tíma að Ísraelsmenn, Hebrear, þeir voru rétt áður en þetta allt gengur í gegn, þá eru þeir, það er svolítið svona heimtufreki í þeim, þeir voru svolítið svona, okkar guðir ekkert eins og aðrir guðir hérna. Alla þjóðirnar í kring hafa guð sem býr í svona húsi og þeir geta bara farið og fórnað fyrir hann og eitthvað svona, við viljum fá svoleiðis guð. Alltaf flakka okkar guði. Hann þvælist með eyðimerkina fram og tilbaka með reykský og eldský og svona, svo við þurfum alltaf að elta. Getum við ekki að fengja guð sem bara kyrra sama stað. Þeir eru aðeins farnir að kvarta. Og þannig að ég ekkert viss að Guð hafi viljað þeim til að gefa þeim þennan sáttmála í byrjun, en þú veist, hann vann með þeim, því hann þröngar engu upp á þau. Svo voru þeir aðeins hrókafullir. Við getum gert allt sem Guð segir okkur að gera. Nú ætlum ég ekki heldur að biðja ykkur rétt upp hönd. Ég veit sumir hvað myndi alveg með glöðu gera það. Hve mörg okkar treyst ykkur til þess að gera allt sem Guð segir ykkur að gera. Í öllu alltaf, 100% allan daginn, stöðulega, allt ykkar líf. Ekki svo auðvelt, ekki svo góður sáttmáli. Við treystum okkur til að halda boðorðin. Og, hlustið nú á, hér liggur vandamál margra trúaðra kristinna manna. Og ég sagði það áðan. Svona hugsum við. Og þetta er alveg rökrétt, en svona hugsum við. Öll Biblían er innblásið orð Guðs. Öll Biblían er gefin frá Guði. Ég er núna trúaður maður og trúi á Guð Biblíunar. Þess vegna er hvert einasta vers Biblíunar fyrir mig. En nei, það er ekki. Get ég lesið mig til fræðslu? Get ég nýtt mér hana? Get ég lært að sjálfsögðu? En er hvert einasta vers í Biblíunni fyrir mig sem trúaður maður? Nei. Þar liggur 100 gráð. Þar erum við erfiðleikum. Vegna þess að við trúum því að Guð sé að tala allt beint til okkar úr hverju einasta versi. Af því þetta er Guðsorð. Ok, því hjálp ykkur. Í gamla sáttmálanum, sem er í Biblíunni, gaf hann 10 boðorð á steintöflum. Og við reynum að halda þau og já, sumir kann segja, já, ég er bara nokkuð góður í að halda þau. Þangað til Jesú fór allt í að tala um það væri nú ekki, sko, þú veist, það er ekki bara að tala um, sko, að halda framhjá, heldur sko að girnast með augunum. Það var allt í orðið vont líka. Ég get þetta ekkert Guð. Þú veist, þetta er ég, gleymdu þessu, þetta er vondu díl. Ok, og það er það sem ég er að reyna að segja ykkur. Þetta er nefnilega vondu díl. Og þú segir, já, ég gengur bara þokkalega að halda þetta. Ok, þá ætla ég að uppörfa þig. Af því ég veit að langt sem hún last þetta. En í gamla sáttmálanum, lögmálunum, við köllum þetta bara lögmál Móse, eru boðorðin það bil 613. Nú svitnum við. Veitu, ekki bara 10? Nei, þau eru 613. Og gamli sáttmálanum segir, ef þú brýtur eitt af þessum boðorðum, þá ertu sekur við öll. Sjáu hvað flækju kristnir menn geta lent í. Af því ef þeir halda að þetta sé allt fyrir okkur.
Þess vegna skiptir öllu máli þegar við lesum og erum að stúdera og þroska okkur í trúnni að skilja hver að tala, við hvernig að tala, hvað að segja og hvað umhverfið. Ef að versin eru tré og Biblían skógur, ekki skoða bara hvert tré. Fljúðu upp hátt og skoðaðu skóginn. Sjá hvað skógurinn að segja þér. Ekki bara hvað hvert tré að segja þér. Því að það ekkert auðveldar heldur en að taka tréð úr samhengi. Planta þig einhvers staðar annars staðar og ætla að láta það bera ávöxt fyrir þig og þú finnur strax ávöxturinn ekki góður. Er þið með mér? Þetta allt lagi ennþá? Ok? Já, menn hafa nefnilega ekki átt að segja því að þessi aðferð í kristindómnum sem mér þori alveg að fullyrða að langt flesti trúaði menn á hinu vestræna heimi iðka og kirkjur kenna. Þetta kennt úr pústinu. Að blanda saman, þetta sé allt saman til þín, boðskapur Guðs til þín og þú verður bara að vinna úr þessu og móða úr þessu. Nú ætlum ég að segja ykkur þetta og það kemur yfirskriftir, sjáðu, súkkulaði og sjampó. Sumir vilja menna það, já, gamli sáttmálinn eins og vanilís og ný eins og súkkulaði. Og ef þú setur það saman, þá alveg fullkomið. Rosa gott. Nei. Jú, vanil og súkkulaði það er mjög gott saman. Ég ekki að neita því, En nei, gamli sáttmálinn og nýju ekki þessu líkt. Nýji sáttmálinn eins og súkkulaði svo gamli eins og sjampó. Algjörlega sikkur tilgangurinn, algjörlega sikkur hlutverkið og það stendur utan að skýrustöfu bannað að blanda saman og neita saman sem einna fæðu. Það á ekki að borða súkkulaðið og sjampóið saman. Það var annar tilgangur. Fyrir utan það var náttúrulega alveg hrikalega bráðvond og mikil vannæring í því þú borðar ekki neitt af þessu, þetta svo vond. Sikkur tilgangurinn, þetta alveg eins og muniði eftir svona þroskaleikföng, þú með svona kringlótt og kubb og þetta setja hann í svona, það búið til gat eitthvað stað fyrir hans og svo þrýhyrningur, svo ferningur og kubbur og þetta reyna að finna þetta rétt og við erum alltaf í trúnni, svona eru margir kristnir, að reyna að koma ferningslega kubbnum ofan í kringlótt og hólu. Og það tekst ekki og það var það sem ég lenti í vandræðum með í mörg ár. Jú, ég predikaði, ég talaði, ég trúði, ég elskaði Jesú. Snerist ekkert það. Það snerist ekkert það, þú nú bara ég var ekkert í neinu fráfalli. Ég mætti allar samkomur, ég predikaði og ég talaði og ég leiddi fólk til trúar og þetta var æðislegt. En þegar ég var að lesa, þá lenti ég í konflikti, þá lenti ég í svona stríði. Þetta passar ekki. Okkur segir þetta hér og hvernig getið gift þetta tvennt, þetta ekki hægt. Sumikar hafi lært það og þetta leið til þess að láta þetta passa upp að þeir séu með það sé tvö eðli í hjartaningar, dimmt eðli og bjart eðli, frelsaðeðli og ófrelsaðeðli í hjartanum. Sumikar hafi lært þetta. Biblían segir þetta ekki. En þetta mannleg leið til að láta þetta ganga upp. Með því að nú skilja okkur þetta stendur hér. Að sjálfsögðu, þú búin að búa til forsendurnar til að láta þetta ganga upp. En þetta ekki það sem Biblían kennir. Ouch. Að segja ykkur stuttumáli hvernig þetta virkar. Þessi erfiðleikar. Það einhvern veginn svona. Guð Guð fyrirgefningar og fyrirgefning hans algjörlega ókeypis. Allar kirkjur sem trúa á Guð og Krist predika þetta. Hún algjörlega ókeypis. Hann kom og dó fyrir syndi mínar til að frelsa mig, gefa mér aðgang að himninum. Allir sammála þetta. Það sem að gerir síðan hjá þeim sem lendi í erfiðleikunum með þetta, að það kemur, þetta samningurinn, ókeypis fyrirgefningar og Guð. Svo kemur
Smáa letrið. Þeir eru búin að lesa samningu, þetta er geggjaður samningur, vá. Og lögfræðingur segir, lestu smáa letrið, Halldór minn. Nei, þetta er svo gott bara. Lestu smáa letrið, Halldór. Og ég kíki í smáa letrið. Fyrirgefningin er algjörlega ókeypis. En ef þú ætlar að lifa og þroskast í algjörlega sátt og eiga garantí inn í heiminin, þá þarf það að vera svona og ekki svona. Þá þarf það að hugsa svona en ekki svona. Þá verður þú að framkoma svona en ekki svona. Þá kemur smáa letrið. Þú fer nú þetta er vonandi búið svona, en svona var þetta. Þú fer nú ekkert hér upp á pall í of stuttu pilsi, stelpa mín. Þú er að breyta þér fyrst. Þú fer nú ekkert hér upp á pall með nasahring. Heldur við séum einhverju nautati hérna? Þetta er heilagur staður, sjáðu. Má ég sjá? Við þeim að koma í síðar með skyrtu, þú ert með tattoo. Þú veist, allur þessi pakki, þetta er smáa letrið. Sumt af þessu erum við búin að fjarlægja úr smáa letrinu, en sumt er ennþá mjög lifandi. Mjög lifandi. Breytingi sem varð á lífi mínu þegar ég fattaði og skildi að ég var að lesa þetta kolvitlaust. Vá! Þegar ég uppgötaði að það var, ég átti ekki að reyna að blanda saman gamla og nýja sáttmálum. Og þvert á móti, þó að ég héldi það væri þannig og ég var búin að heyra það predika þannig og ég var sjálfur búin að predika þannig. Auðvitað sendur einhver og segir, þú átt að blanda saman gamla og ný. Það er ekkert sagt þannig, sjáðu. Þetta er bara gert. Það er bara búin til blanda sem þú ert farin að drekka og ég bara hvet þig, tékkaðu bara á hvenær dagsetningin er sem þú rennur út, þessi drykkur sem þú ert með. Hann kannski rann út fyrir 2000 árum, sjáðu. Og þú ert enn að drekka hann. Og hlaut að vera, hann væri ekki svona bragðgóður. Þú ert búin að reyna að bæta, þú veist, þetta er svo súr mjólk. Þú veist, hún, hún er vonlaus. Það hleypir í kaffinu, það er, Og það sem þú gerir, þú bætir við, þú vilt hafa fulla könnu, þú bætir við meira af súrri mjólk og svo setur þú ný mjólk með sem er ekki útrunnin til að vita hvort það lægist ekki. Þetta var aðeins skárað. Þetta gerum við. Við blöndum saman gamalli vöru, gömlum samningi og nýrri vöru, nýjum samningi. Svo skiljum við ekki þetta okkur, við erum svona í þessu brölti og okkur svona vannærið. Haldið að verði ekki gaman að fylgjast með þessum fræðslukvöldum, maður. Það verður nú eitthvað, maður. Ok, nú ætlum ég að klára þetta bara. Síðan ég er náttúrulega gefst, ég bara held svo áfram næst. Ég á líka nýga næsta sunnudag. Hugsaðu ég geta sagt þetta. Ég tek þetta bara næst, krakkar. Hver er munurinn á þessu sáttmála? Bara örstutt á þessu gamla og nýja. Eins og ég segi, ég kemst ekkert í gegnum þetta allt núna, en munurinn er svo gigantískur og þetta að ætla sér að ná, það er mitt markmið nefnilega, að ná gömlu mjólkinni úr glasinu hjá þér og skilja nýju mjólkinni eftir. Þú getur það ekki, það er ekki hægt. Við sjáum til. Ok. Samningurinn milli Guðs og manna, Ísraelsmanna, Hebreana, hann gekk ekki upp. Guð stóð við sitt, en Ísraelsmenn feiluðu. Sáttmálinn náði ekki að varðveitast og varð að engu. Takk eftir hverju munurinn, og ég er að sýna ykkur muninn á, og þetta er hrikalega stór munur. Gamli sáttmálinn, Guð, Ísraelsmenn. Guð stóð alveg við sitt. Sáttmálinn var ekkert vondur, sjáðu. Það bara, liðið gat ekki haldið hann. Ekki séns. Svo það eyðilagðist. Nýji sáttmálinn, þá kemur Guð og segir, en nú ætla ég að gera sáttmála alla Íslendinga. Nei.
Ætla að gera annan sáttmála við Ísraelsmenn? Nei. Ok, ég ætla að uppfæra gamla sáttmálan. Gamli sáttmáli 103. Nei, hvað gerði hann? Hann gerir nýjan sáttmála við Jesú. Við Jesú. Vitandi það að báðir myndu halda hann að eilífu. Síðan býður hann þér og mér að koma inn í sáttmálanum og vera hluti af honum. Og það ekki háð því hvort að ég feili eins og Ísraelsmönnum. Það bara, þú farð að fljóta með, Halldór minn, í náð Guðs, þá mátt þú vera með. En hvað á ég skrifa undir? Þú þarft ekki að skrifa undir, að búa að skrifa undir. Þú þarft bara að koma og trúa svo og vera með og þykja þetta. Sjáu í munin. Guð og menn, mennindi brugðust. Engi sáttmáli lengur. Guð og Jesús, báðir halda, sáttmálinn lifir eilífð. Þetta hjúts munur, krakkar. Alveg stórkostleg munur. Samt við búin að blanda þessu þannig saman og okkur finnst einhvern veginn að sé okkar ábyrgð að láta þetta allt ganga upp. Svo ábyrgðarfullur, Halldór minn, og ég verð náttúrulega að leggja mitt að mörkum þig þetta bara. Já, en hvað á ég að gera? Verð ég ekki að gera eitthvað? Það gamli sáttmálinn. Þá þurftur að gera allt til að láta hann ganga upp. Já, en ég meina, get ég treyst Jesú bara í þessu? Svari hver fyrir sig. Það lesa Hebreabréfið 8:6. Nú hefur Jesú fengið þeim mun ágætari helgiþjónustu sem hann meðalgangari betri sáttmála sem byggist á betri fyrirheitum. Í ensku þýðingunni, orðið meðalgangari, veitir hvernig það þýtt í enskunni? Guarantee. Hann trygging fyrir nýja sáttmála. Og þessi sáttmáli miklu betri. Pældi þessu gamli, við getum gert allt sem að Guð segir okkar að gera. Þú veist, Mósi var ekki fyrirlagður upp á fjallattur en þeir voru búin að klikka á því. Það ekkert þreku í okkur að gera alltaf rétt. Og Guð sá það, hann vissi það fyrir hann var með planu, ok, ég gera það alvöru sáttmála og býð ykkur bara inn í hann. Og ég mun planta ykkur í hann. Þetta dásalegt. Hann miklu betri, lesum áfram. Hefði hinn fyrri sáttmáli, gamli sáttmálin, verið óaðfinnanlegur, þá hefði ekki verið þörf fyrir annan eða nýjan. Nú ávítar Guð þá, hérna þú veist, við tökum við, hann ávítar mig. Þetta ákveðið eins og við lesum hérna. Nú ávítar Guð þá fyrir einhverja vantrú og ég þar, ég hef ekki nóg mikla trú og, hann að tala við Ísraelsmenn, hann ávítaði Ísraelsmenn út af gamla sáttmálanum. Ekki taka þessu svona persónulega. Sjáu hvað að fara. Við lesum þetta svona, þetta allt fyrir mig, hefðin fyrri og nú ávíta Guð mig og segir, sjá dagar, nei, hann ávíta þá, því hann vissi alveg, þeir gátu ekki haldið þetta og þeir gátu það ekki. Svo segir hann, sjá dagar koma, segir drottinn, ég mun gera nýjan sáttmála við hús Ísraels og við hús Júda, ekki eins og sáttmálaninn í gjörðið við feður þeirra. Ekki eins og gamla. Á þeim degi ég tók í hönd þeirra til að leiða þá út af Egyptalandi. Hann vísað til þegar hann bjó til gamla sáttmála, gerði við þá og var búinn að leiða það út. Því að þeir héldu ekki minn sáttmála. Það var bara búið. Og ég hirti eigi þá. Hvað menn að hirta hann ekki þá? Nei, það var sáttmálinn. Ég skal blessa ykkur ef þið. Ef þið ekki, þá bara ég farinn. Hann fylgdist með þeim. Hann hætti ekki að elska þá. Hann sagði, ég ekki að fara að hugsa ykkur ef þið nennið þess ekki. Vitandi hann vissi að þeir gátu þetta ekki. Og þess vegna lofar hann nýjum.
ég kem með nýjan. Hann sagði þeim það, ég kem með nýjan, ekki eins og ég gaf feðrunum. Miklu betri sáttmála. Ég vil lesa áfram. Þetta sáttmálinn sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir Drottinn, ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir mun vera líður minn og enginn mun þá kenna landa sínum og enginn bróður sínum og segja, þekktu Drottinn, allir munu þeir þekkja mig, jafn stórir sem smáir, þegar ég mun vera vægur við misgjörðu þeirra og ég mun ekki framar minnast synda þeirra. Pásum. Aðeins, þið fyrirgefið, ég er komin aðeins fram, má ég halda pínlítið áfram? Má ég bara staldra við þetta? Ég mun ekki framar minna synda þeirra. Vitið hvað eru margar kirkjur sem eru grafandi í það að við verum að fara aftur í tímann og við verum að koma í gegn bölvun sem hefur lögð á kynslóðnir og mig og alla og út af þessum, býtum nú við. Fyrirgefið, það gamli sáttmálinn. Hann í nýja segir, ég ætla ekki að muna þetta lengur. Ég mun ekki framar minnast misgjörðu þeirra. Þegar gamli segir, misgjörðir feðrana munu koma niður á kynslóðunum. Sjáu þið muninn? Vá! Og við erum enn í því að við erum að blanda. Ég er að segja ykkur, það er fullkomna frelsi í þessu nýja sáttmála. Það er frelsi sem fagnaðarendi býður okkur. Hlustið svo á síðasta versið. Þar sem hann nú kallar þetta nýjan sáttmála, þá hefur hann lýst hinn fyrri. Nei, það getur ekki verið. Þá hefur hann lýst því yfir að við erum að tróða henni fyrri eitthvað þar inn í, reyna að blanda þessu saman, súkkulaði vanlýst, uppfæra gamla. Nei, hann lýsir þann gamla úreltan. En það sem er að úreldast og fyrnast er að því komið að verða að stóru og miklu báli með nýju sáttmáli hjá öllu kirkjum heimsins. Nei, verða að engu. Það stendur skýrt í bókinu okkar góðu sem við trúum á. Af hverju erum við þá enn að blanda þessu saman? Af hverju ert að blanda þessu saman? Ég veit ekki betur heldur. Það er búið að kenna mér þetta svona allt mitt líf. Og það er akkúrat satt. Þannig er búið að kenna okkur þetta allt okkar líf. Og vegna þess, þá erum við algjörlega týnd í því hver við erum í Kristi. Jú, við getum alveg játað, ég er nýsköpun í Kristi og þú veist, við játum þetta allt. Nei. Krafturinn sem því fylgir er oftast nær ekki til staðar. Vegna þess að þetta er ekki raunveruleiki líf okkar, þetta er bara í munnunum á okkur. Að lokum þá og ég klára með þessu, þannig að gamli sáttmáli virkaði ekki vegna þess að fólkið hélt hann ekki. Guð gerir nýja sáttmála þar sem Jesús tryggir að sáttmálinn nái fram að ganga og hann er miklu betri með betri loforðum. Við nýja sáttmálan þá úreltist sá gamli og var það engu. Þangað til kirkjakris reis upp og endurvakt hann. Við reisum frá dauðum, Halldór minn. Guð sagði okkur að reisa frá dauðum og ég reisi þennan gamla sáttmála frá dauðum. Ég vil hann. Þeir sem eru mjög mikið á því að hafa gamla með, þeir myndu strax segja, já, þetta kom þá bara ekki Jesús til að hjálpa okkur að halda lögmálið. Já, en ég meina þeir sem vilja blönduna, hann bara kom til að hjálpa mér að halda lögmálið sem að gamla sáttmála. Ok, akkur þau hafa búin að taka út 600 af þessum boðurum. Af því þú vildir þau ekki. Hver leyfir þér að hafna og velja bara? Ég meina það er annarkvort allt eða ekkert, sjáðu. Farðu bara og skoðaðu bara, skoðaðu bara, mataræðisreglurnar. Bara, gjöru svo vel, þú skal bara hlýða þessu. Ég ætla að koma til þínu laugardaginn og sjá hvað er í matinn. Sérðu hvað er að fara? Við bara
Þú veist, og það nefnilega hræsnin í þessu. Þú veist, við viljum þetta og þetta á að vera og við leggjum þessa kvöð á fólk. En við höldum það ekki allt sjálf. Og ekki bara við höldum það ekki allt sjálf, við erum búin að sleppa fullt af því. Þetta ekki nútímalegt. Ja, það. Hættur í dag. Ég er með pínlítið viðbót sem ég tek bara næst, ok? Hugsa þetta. Ég get sagt ykkur mína samfæringu með þetta. Að ef við náum hóp af fólki sem kveikir á þessu krafti fagnaðarins og leyfir því að höndla líf sitt, sá hópur mun taka Ísland. Sá hópur. Í dag er fólk svona gagnvart kirkjunni, ég er ekki alveg með þetta, Halldór minn, ég er ekki til í þetta, sko. Ok, en ertu til í þetta? Og nú skal ég sýna þér. Faðir minn, við þökkum fyrir náð þinn og miskunn, þökkum fyrir kærleika þinn, lífið þitt, þökkum fyrir það að þú gefur okkur nýjan sáttmála í Jesú Kristi. Betri sáttmála, betri loforð, með tryggingu vegna Jesú Krists. Við biðjum að kenna okkur áfram, opinbera fyrir anda þinn, sýnd okkur. Hjálpað okkur. Og fyrirgeð okkur, Jesús, ef við höfum mengað fagnaðarerindið. Hugsið ykkur. Við getum menga fagnaðarerindið með Biblíunni. Með því að rugla saman einhverju sem á ekki að rugla saman. Mér langar að biðja fyrir hverjum sem er að hlusta. Heima og hér í salnum. Komdu með opinberun þína. Sýnd okkur þig, Jesús. Því þú er sá sem skín í gegnum allt þetta. Takk, Jesús minn. Amen. Ég hveti ykkur bara til þess að skoða þetta. Þið þurfa ekki að taka mín orð fyrir þetta, eingöngu. Lesið þessar ritningar. Leyfið Guð að tala. Berið þetta saman, skoðið þið, ég hveti ykkur til að skoða Biblíun út frá þessu ljósi. Það breytti mín lífi. Vá, það allt er, nú skil ég þetta versmaður. Það var bara svoleiðis. Og allt í einu fór Jesús að birtast í öllu Gamla testamentinu. Bara skein í gegn, bara alls staðar. Vá! Munið þið hvað Jesús sagði? Já, ég tek þetta næst. Annars kemur predikun númer 2 núna. Halleluja. Það er ekki súpa í kvöld. En, já, hittust næsta sunnudag og þeir sem eru heima, nú búið að aflétta öllu hérna, við mögum vera hérna 2000, það er komið því kannski ekki alveg fyrir en þú veist það má. Hvað trúðin? Já, hvað trúðin, Halldór? Þannig að ef þið viljið koma, það er gott að koma saman. En hvað sem öðru líður, býtu, fáum meira. Sko, ég get sagt ykkur að undanfarna samkomur, þá eru svona 2000 mann sem eru að horfa á samkomuna hjá okkur. Þannig að það er slatti af fólki sem eru að horfa
þó sé ekki hérna inni. Og það dásamlegt. Það hefur stundum verið meira og stundum fara en að meðaltali hefur verið núna í kringu 2. Og við viljum hvetja alla sem að horfa og hlusta, halda áfram, leyfa orðið Guðs að næra, taka þátt í lofgjörun okkar. En ef við sjáum ykkur fært að koma, þá nóg pláss. Ok? Guð blessi ykkur elskunnar, sjáum seinna. Nú samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir 1 viku.